Fyrsti viðmælandi þáttarins Mad Men Þórir Ellingsson, tvöfaldur forseti, annars vegar forseti klúbb matreiðslumeistara Íslands og forseti Nordic Chefs. Þá byrjum við hér með Mad Men. Já, það Mad Men. Hér eru við Davíð, Bjartur heiti ég. Já, Davíð heiti ég og við erum í stúdíó Hlaðberg. Hlaðberginu góða. Takk upp þættin okkar. Já, Viktori, hann passar upp á okkur. Og við erum með góðan gest. Já, fyrsta gestin okkar. Já, stóran gest. Já, hann er ekki, þú veist, fyrir ekki það mikið fyrir honum. Nei, hann er stóra því litið, hann er forseti. Já, það er nú ekkert lítið að vera forseti. Nei, það er helviti stórt orð allana. Já, það er maður... Ég segi bara vertu velkomin. Takk hérlega. Gonna make food great again. Já. Ég veit ekki hvort þú eigum að hoppa beint í heimsmálin með Trump og einhverjum flerum en hérna... Ég held að þú sért ekki með réttu mennina til að fara yfir heimsmálin hérna. Ég held að það sé kannski ekki alveg tilgangurinn en matur náttúrulega kemur allstaðar við sögu og hérna þar alveg voru hreinu að hann kemur líka við Hvítahúsinu eins og annars staðar. Já, þar er McDonald's held ég flutt inn á færibandi bara. Já, ég hef ekki kynnt mér það. Nei, það er uppáhaldsmaturinn hjá Drömbaranum sko. Það er gott að vita, gott að vita þetta. Þetta voru frægasta ljósmyndið þegar hann var búið að kjósa hann fyrst forseta, þá satt hann og fekk sér Big Mac í flugvélinni. Já, ég man eftir þessari mynd. Ég tók nú með mína masterskráði við Háskóla í Suður Karolínu og sem útlegst á íslensku sem er master í alþjóðlegri gestrisni og ferðaþjónustu stjórnun. Og þar tók ég meðal annars fyrir í einni ritgerð, ég man sérstaklega eftir því, tók ég fyrir McDonald's. Já, ok. Og söguna og það er búið að gefa út alveg hellingabókum og fræðigreinum með McDonald's. Þetta er auðvitað stór merkilegt fyrirbrigði sama hvað okkur finnst matur og matlækjarina. Já, ég hef séð sko, ég náttúrulega lesa ekki eins mikið og þú held ég, en ég horfði svolítið á bíómyndir og ég sá eina mynd sem að fjallar einmitt einna stofnendur McDonald's sem tekur McDonald's á næsta level og þetta var magna fyrir bara upp á það bara skilvirknin og vísindin á baku það hvernig allir hamborgarar voru allir eins, allir fljótir og bara skilvirk keðja sem ekkert gætt klikkað sko. Þetta er raunverulega upphafið að öllum skyndibita. Já. Öllum þessum fast food sem við þekkjum í dag er McDonald's og náttúrulega matagerð kemur svo víða við. Við erum allstaðar. Já. Og að þið nefnir nú fyrst að ég sé forseti að þá er það alveg rétt og hérna ég er forseti við 2 samtökum í matreiðslu. Annars vegar klúbbi matreiðslumeistara á Íslandi og hins vegar Norðurlanda samtökum matreiðslumeistara. Já. Þannig að, tvöfaldur forseti, það er ágætis árangur en þetta snýst ekkert um það. Þetta snýst um það hvert við getum gert mat og matagerð her undir höfði. Já, en nú er ég samt svo einfaldur sko að ég myndi alveg fá eitthvað út af því að einhver myndi segja Mr. President. So, Mr. President, what would you like to drink? Það myndi alveg kýtla mig. Það myndi kýtla ekkoð það. Jú, það auðvitað getur það gert það og hérna, það er ýmsi vini minni sem nota þetta oft. Ég held að það er meira til að stríða mér heldur en eitthvað annað en ég hef bara gaman að því og þú veist, ég held að allir sem eru viðlegandi til þess klúbb matreiðslumeistara, við erum bara í þessu til þess að reyna að komast lengra bæði með kokkalandsliðin, nú segi ég kokkalandsliðin því að við erum að setja saman ungkokkalandslið í fyrsta skipti núna. Já. Og maður ekki að segja bara til hamingju með það? Ég held að við bara segja til hamingju Ísland með það, við séum að ná þeim árangri Algjörlega. Og það er alls konar svona hlutir sem koma að þessu sem er svona gaman að velta fyrir sér fram og tilbaka en titillin einn og sér, hann skiptir ekki máli nema hann gerir það samt í ýmsum samskiptum. Já. Það getur alveg hjálpa og þá sérstaklega á samskiptum erlendis. Já. Við erum svo skemmtilega heima að veist, alveg sama þó að við hittum forsetisráðherra eða forseta eða eitthvað út á götu þá bara heilsu við. Já. Veist,
Eða ekki, það líka fallega við þetta. Maður getur þú gæti þess vegna að sé Tom Cruise á göttunni og maður myndi horfa aðeins á hann og maður myndi líklega sláta hann í friði. Já, svona í flestum tilfellum og vonandi höldum við því. Mér finnst það rosalega mikið kostur við Ísland að við séum þannig. Já. Mér finnst það of mikið það að við látum eitthvað koma í blöðunum að þessi sé á landinu. Bara skiptir einhver máli. Við erum klikkinn skipta svo miklu máli þar, sko. Já. Allir eru orðnir Íslandsvinnir og þú var bara eina heimsókn. Og það verður náttúrulega mjög gott þegar þið eru nú að fara á stað með þetta podcast og til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Þetta er frábær áfangi, myndi ég segja. Þú veist, hvernig verður fyrsta fyrirsögnin, sko? Það lítur að þurfa að vanta klikk, sko. Já. Ég veit ekki hvað ég áttur að segja vitlaust, hvað ég geti nýtt einmitt til að verði svona klikk á Já, ég minna, okkar markmið er nú samt líka bara að vonandi að verða fyrirsögnar gagnlegar og sko hjálpa... Ég er ekkert vissum að fá klikk út á það, sko. Nei, það er svo sem alveg rétt. Við ættum kannski bara að fara að gera upp á því að vera alltaf einu sinni þætti, segja eitthvað rosalega klikkað bara til þess að koma okkur á framfæri. Það geti virkað, en mér finnst það bara frábært til okkur að fara á staði í þessa vegferð og hlaka til að fylgjast með. Takk fyrir það. Takk. Geggjað. En þú talaður junior landsliði. Hvaða aldur er þar? Þegar þú segir junior. Í juniorliðinu er þetta þannig að þegar kemur að stórmóti, eins og til dæmis næsta stórmóti er í nóvember 2026, þá er heimsmeistaramótið sem haldið verið í Luxemborg. Þangaður eru náttúrulega að fara með kokkalandsliði sem nú þegar er byrjað að æfa á fullu og við erum að fara með ungliðalið þanga líka og þeir eru með ekki verið eldri en 25 ára á keppnisdegi. Já. Þannig að raunverulega við horfum aðeins tilbaka þá hafa alveg verið lið hér eins og liðið sem er 2020 er meiri hlutin af liðinu sem hefði geta verið í juniorlið. Þetta er svolítið nema lið. Kannski ekkert endilega, getur verið það. Þú veist, auðvitað eru sem er nemar bara að útskrifast núna 20. En ég meina nú liðið sem fóru á Ólympíuleikana síðast voru ekki alveg einhverjir þar sem kvalifæðu? Jú, það voru einstaklingar í liðinu og einstaklingar sem er ennþá í því liði sem gætu ennþá farið í juniorlið næst. Akkurat. En við vitum það alveg, við horfum á svona árangur annara liða til lengri tíma, þá hafa menn verið að ná árangur af því að juniorlið hefur verið sterkt. Já. Þetta er svo mikil þjálfun að vera í búrinu og finna þessa pressu. Já. Og líka bara læra þennan undirbúning. Já. Að læra að sita og horfa á kannski þeir sem eru að fara í búri, sko, sjá hvernig þeir hugsa hlutina, sjá pressuna sem að fylgir bara því að hafa borðið hreint og handtökin góð, sko, og passa over uslið og allt þetta. Ég held að þú læri gríðarlega mikið á að fylgjast með ferlinu áður og fara að prófa það, sko. Það hafa allir gott af því og það er gott að byrja, sko, aðstoðamaður raunverulega, sko, væri, sko, ábyggilega uppáhaldsferillin okkar væri eitthvað á þessa leið, sko. Já. Þú byrjaði sem aðstoðamaður í ungokkalandsliðinu. Já. Væri síðan sem aðstoðamaður í kokkalandsliðið eða ungokkalandsliðið. Já. Og við þurfum aðstofamennan líka. Þeir eru ekkert minna mikilvægir heldur en liðsmenninir. Nei, og þetta snýst ekki bara þá sem þessar 7 sem er inn í búri. Þetta snýst allan hópin. Já. En þetta er náttúrulega bara gert ef maður setur þetta upp sem íþrótt, þá er þetta náttúrulega gert í flestum íþróttum. Þú ert með undir 17, undir 18, undir 19, undir 20 sem er í rauninni allt bara undirbúningu fyrir stóra, sko. Já, það er allir á leiðin upp í stóra en síðan lenda menn kannski því eins og Danindi lendi núna fyrir nokkrum árum að þeir voru orðin með allt og marga stóra inn í aðaliðinu, þannig að þeir náðu ekki búið til lið. Þeir voru með 7 stórstjörnur sem gátu í gunni saman, náðu einhverjum árangri, þannig að þeir raunverulega fóru þá leiðina síðan bara að taka ekki þátt, þeir tók ekki þátt í Ólympíuleikunum. Þeir voru bara byrjað på nýtt. Okay. En er þetta alltaf 7 manns sem að það eru 7 inn í búrinu sjálfu þegar í landsliðinu, þá eru 7 inn í búri og þar að vera einn uppvaskari sem er fagmaður líka. Þannig að þetta er rosalega heild, þú þarft að hugsa þetta í ótrúlegu smáatriðum. Mitt stóra verkefni í þessu er náttúrulega að sjá til þess að þetta sé fjármagnað. Já. Og að utanumhaldið að öðru leyti sé í lagi, en síðan náttúrulega erum við bara með frábæra þjálfara og frábært fólk í þessum liðum sem þó að sé ekki búið að velja í ungliðaliði, þá verður kynningafundur á því núna 18. mars þar sem við förum meira yfir það með stórum hópa ungu fólki sem hefur áhuga og þannig að við erum svolítið svona eiga við það líka að frábært fólk í öllum stöðum og öll umgjörðin. Mér varst mjög gott daginn að
umgjörðin sko, Jóhann Ingi íþróttasálfræðingur kom að talaði við liðið á fyrstu æfingu. Já. Ég átti gott spjall við hann fyrir æfingun og þá fór hann að tala um það, sko, ég er búin að vera tengdur þessu liðinu síðan 2014 síðan. Þannig heldur hann sagt 2014 þegar Þráin var með, Þráin fær hann fyrst inn sem íþróttasálfræðing og þá sem bara frábært og þeir eru ná frábærum árangri en það sem að sér hjá ykkur núna er að þeir eru búin að ná tökum á umgjörðinni í kringum liðið og þá getur liðið farið að ná árangri. Já. Og við erum náttúrulega búin að sína það á síðustu 2 olimpíuleikum 3. seti sem er náttúrulega geggjaður árangur. Það er bara til hamingju. Og náttúrulega síðast náðu að setja bæði Svíana og Norðmenn fyrir aftan okkur og ætlum ekki að hleypa þeim fram og aftur, ég held að það sé svona yfirlýst markmið. Þannig að við verðum að vera fyrir ofan þá á heimsmeistaramótinu. Ég fekk nú að sjá þetta síðast. Já, þú varst með okkur úti. Já, það var geggjað. Þetta er ótrúlega, þetta er svolítið magnað. Þú þarft að vera mjög vel undirbúin held ég líka bara upp á það að þú ert að fara að stíga inn í búr og það er verið að fylgjast með öllu sem þú gerir og það má ekkert klikka og það sem að fólk fattar ekki þegar kemur á kokkakeppnum er einmitt þetta að það er ekki verið að plúsa þig sko. Það er bara að vera að mínusa. Þannig að það skiptir ekkert endilega máli hver gerir besta matinn sko. Þetta er líka bara hver fær fæstu mínusa. Já, og raunverulega snýst mínusundur það. Þetta byrja allir með 100 stig þegar lappin búr. Okay. Og síðan ef þú klikkar á því og setur einn gúmmihanskan eða einnótahanskan í lífræna, þá ertu komið mínustig. Okay. Ef þú klikkar í hverju matagerðin, þá ertu komið mínustig. Ef bragðið er ekki í lagi, eitthvað er ekki eins og það á að vera, þá er það mínustig. Þannig að matseðlinn það líka verið rétt skrifað með við það sem þú ert að bera fram. Og það er öll þessi endalösu smáatriði sem skipta máli. Svo er þetta ekki bara hendi einhverja rétti, þetta er líka fat og þetta er útlit og þetta er þú veist. Þetta er náttúrulega eins og í landsliðskeppni, þá er þetta tvískipt, það er chef's table sem er pinni og fat og allir sápakki og síðan er það þriggjarétta í Restaurant of the Nation eins og þeir kalla það í þessum keppnum og á síðasta móti þar eru við bara langhæst og nú bara að skoða þetta síðast í dag að því var mér kynning upp í menntaskólanum í Kópavogi að við vorum með, í heitamatnum vorum við með 93,1 stig ef ég man þetta rétt og þeir sem voru næstir þeir voru báðir fyrir ofan okkur annar var með 91,1 og hinn 90, eitthvað. Já. Þannig að við vorum lang besta heitamatinn á síðasta móti. Já. Þannig að við erum að gera frábæra hluti og þessi bara, hópur eins og að síðast þetta er náttúrulega bara geggjaður hópur og sem betur fyrir þá er stærsti hlutin að þessum hópa áfram. Já. Þetta, mér fannst það svona aðalega þessi pressa, sko, það standa allir að horfa á þig, þú ert einhvern veginn bara með glera á milli og svo ert að elda og þú ert búin að vera undirbúið svo lengi, það er allt bara búið að vera undir fyrir þetta moment, það er bara þessi dagur og það er bara 1 ár af stanslausum undirbúningi bara fyrir hennan eina dag. Við getum reiknað með að hver landsliðsmaður setjum það bil 1200 klukkustundir í sjálfboðaliðavinnu í það að vera í liðinu. Já. Fyrir 1 mót. Já. Og þið getið alveg reiknað þetta, sko, 1200 klukkustundir. Ég trúðu mér, ég hef alveg fundið fyrir því bara heima af mér, sko. Ég veit að en þetta er 1200, ef þú deilir í það bara með 40 stundar vinnuvíku eða 163 tíma mánuði í vinnu, þá getur þið bara reiknað út hvað þetta er margir vinnumánuðir. Og þetta er áhugamálið, þetta er það sem allir eru að leggjast á þessar árar að ná þessum árangri. Já, það eru líka allir að djöflast. Það eru allir, sko, þetta er alveg, sko, smá brútal umhverfi samt, líka upp á því að það er alltaf næsti inn, sko, þú ert alltaf að reyna að komast inn á annan stað, að komast í eldhúsið og komast ofar og svona. Komast í búrið eins og við segjum. Þetta er náttúrulega, þetta lítur út svona líku við eins og búr í NBA, sko. Nei, hvað heitir bardaíþrótnar? Já, MMA. Þetta er svona eiginlega svona líku við þessi svoleiðis búr sem við erum að tala um svona þannig. Það er ekki alls staðar í kringu það er bara á 1 hlið eða 2 hliðin sem við erum að horfa á þau, sko. Og auðvitað vilja allir verið í búrinu. En á sama tíma er þetta ekki hægt nema liðið sér starra en þeir sem eru í búrinu. Og það er þeir sem eru fyrir utan búrið eru líka lykilatriði að þessu. Já. Og við sáum það kannski sérstaklega hjá Finnunum síðar sem unnu að 5:00 á keppnismótni þá er einn af þeim sem átt að vera í búrinu fluttur á sjúkrahús.
Já, ok, það er ekkert annað. og tók ekki þátt, hann bara lágur á sjúkrahúsi. Þeir unnu samt. Það var vegna þess að þessi eini sem gat stigið inn fyrir hann vissi nákvæmlega hvað hann var að fara að gera. Já. Hann var jafn vígur á stöðuna og sumir vilja meira segja jafnvel eftir á hann að jafnvel verið betri en sá sem fór á sjúkrahúsið. Ég ætla ekki að tjá mig um það eða veit ekkert um það. Nei. En þarna bara gerðist það og það sem menn þurfa átt að sjá, menn þurfa alveg að vera klárir í hausnum líka. Hausinn þarf að vera rétt stiltur, rétt skrúfar á og ég held þetta sé ein svona með flóknar íþróttagreinum. Ég var nú bara spurður að því í dag að því að nú fyrir að styttast í kokk ársins líka og ég var eitthvað að sýna þeim krökkunum í skólanum að því að kom einhver spurningu upp, það voru sýna þeim lista yfir alla þá sem hafa unnið kokk ársins frá upphæ og það er engin kona. Engin kona sem er unnið kokk ársins. Okay. Og ég var bara spurður, er það virkilega rétt að engin kona unnið kokk ársins? Já, því miður hefur það ekki gerst. En þetta er líka eina fáum keppnisgreinum í heiminum þar sem kallar og konur keppa í sama flokki. Já. Það skiptir engum máli hvort þú ert kallið eða kona. Það eru allir jafnir þarna. Já. Og þannig viljum við hafa það, en auðvitað viljum við fara að fá konu til að vinna. Já. Og ég ætla að vona að það gerist í minni forsetatíð að það komi kona og rústi kokk ársins. Já. Ég nú bara að segja það alveg svo er. Já, kona mín á eftir að vinna þetta einhvern tíma. Ég veit ekki hvort veit ekki hvort þú sé búin að skrá sig í kokk ársins en þú vilt kannski heldur ekkert opinbera það heldur hér. Já, hún er að fara að keppa sko. En það er bara maður samt vonar að það verði aukning í því að konur fara að keppa. Já, það hefur náttúrulega verið mun færri konur sem hafa verið að taka þátt í þessu líka. Það voru þó 2 stelpur eða konur í búrinu á Ólympíuleikunum. Það voru allavega, það voru 2, já. Já, í búrinu. Já. Það voru 2 í búrinu, passar, Ólöf og Erla. Já. Það voru báðir í búrinu þá og það var bara frábært og vonandi ná við að halda því í ykkur svoleiðis hlutföllum. Já. En nú eru ekki allir hlustendur endilega kannski kunnir þessu varandi hvernig þetta funkar allt. Nei. Hver stýrir þessu? Hver á að vera á heitstöð, heitstöð, köldstöð og allt þetta eða og að þú segir einhver gætt bara að fara inn í staðin fyrir annan að því að hann fór á spítala. Þú veist, eru menn bara þjálfar, er þetta eins og í fótboltan, þú ert með 2 markverði, þú ert með 2 framherja og er það þannig? Auðvitað er náttúrulega langbesta að landslistþjálfarinn skýri þetta út fyrir ykkur róðum þætti. Hún er miklu betri í þessu heldur ég, búin að vera lengi í þessari keppnis mennsku. Hún ætlar að koma, ég hef búin að tala við hana, hún ætlar að mæta. Já. Þannig ég held að þegar við komum að þessum dítelum, en já, auðvitað snýst það eru margir þjálfaðir kannski í sömu stöðina. Það er skipt upp, það er ákveðin fjöldi í hópnum núna sem sér eftirréttin, það er ákveðin fjöldi sem sér aðalréttin og ákveðin fjöldi sem sér forréttin. Og einhver ákveðin hluta því verður sinni í búrinu og hinn verða fyrir utan búrið. Okay. Þannig að það eiga fleiri að vera tilbúnir á þessa stöð heldur en bara okkur þeir sem er að fara inn í búrið á þeim tíma. Ég skil. En þetta er svona, auðvitað er þetta bara landslistþjálfari sem tekur þessar ákvarðanir. Landslistþjálfarin er bara einu valdur þegar það kemur að því hver er inn í búrinu og hvernig þetta er stýrt. Og það er bara þeirra algjörlega ákveða það og auðvitað er nú samt þannig að ég er einn af þeim sem bara í baklandinu fyrir landslistþjálfarana. Og ég sé í forsvari fyrir klúbb matreiðslumeistara og starfandi fyrir kokkalandslið, þá er ég í þeirra baklandi. Þau eru þau sem stýra þegar það kemur að keppninni sjálfri. Ég er einnig kannski að halda í puttuna eða eitthvað slíkt og passa við höfum bara einfallega efna á þessu. Hvernig gengur nú manni eins og þér forseta að fjármagna svona batteri? Það er ekkert auðvelt. Nei. En það hefur gengið ágætlega og við eigum alveg hópa frábærum bakhjörnum og ég að því við erum nú í myndina líka, ég hefði náttúrulega átt að mæta í jakkanum með öllum logoðunum en svona við letum eiga sig í þetta skiptið en við erum með hvað hefur að segja, það eru 9 aðilar á jakkanum. Það voru fyrir örfum árum voru þetta svona 3-4, nú eru orðin 9 og ég er svona vonast til að bæta ein mið í viðbútt þannig að það verði 10. Við viljum
erum ekki, það sé mikið meira, þá þetta svona, eins og menn segja, farið að líta meira út eins og rally ekki en þetta svona sleppur með þessum fjölda 9, 10, kannski 11 svona ef ykkur biður með mjög vel sko en við erum konum með eitthvað 4. tug fyrirtækja sem eru með okkur í liði okay. og það náttúrulega bara það sem þarf og það á öllum stærðum og gerðum frá lágum upphæðum upp í háar en í þessu skipti bara allt máli en þetta bara endalaus vinna, þú ert bara alltaf að vera þú ert bara stanslaust að vinna í því að vinna með þínum bakkjörlum og styrktaraðinum og það það sem mitt starf felst í dag, það að halda því öllu gangandi og við náðum því nú síðastlið haust sko í fyrsta skipti í 50 og núna bráðum, núna nýlega 53 ára sögu klúbbsins að opna skrifstofu þannig að klúbburinn með skrifstofunir í húsi fagfélagana og þar ég bara ásamt Andreas Jakobsen bara í fullur starfi við að keyra þetta áfram við að safna styrkjum því að þú gerir það ekkert nema á dagvinnutíma það öll fyrirtækinur í vinnu á dagvinnutíma það bara geggjað þannig á þetta að vera og ég held að við bara gríðarlega ánægja með það og við erum búin að koma okkur vel fyrir Matís skaffar okkur húsnæði og við erum ævanlega þakklátti fyrir þeirra framlag Matís og húsfagfélagana landsliðið fær að æfa í húsinu við erum í skrifstofu þarna og þetta bara algjörlega frábært hvernig þeir styðja við bakið á keppnismennsku á Íslandi í dag sko. Já og ég man að við áttum samtal í Þýskalandi þá var ég myndi að segja að mér finnst að það þyrfti aðeins að ríbranda þetta þessar kokkakeppnir ég nefnilega fór og fylgdist með landsliðinu og Ólympíuleikunum og ég væri til í meiri svona alli-palli stemmingu, svona pílustemmingu og fá smá fútt sko, að því að ég held að þetta sé sko vara sem ekki verið að nota nóg ég held að það getur verið brjála stuð í kringum þetta sko, já og ég veit ekki sko, þetta misjafnt þú veist, nú ég búin að vera að sækja keppnir, ekki bara hérlendis heldur, veist, ég búin að fara Ólympíuleika, ég búin að fara heimsmeistaramót ég búin að fara búkustór og eitthvað svona Global Chef og eitthvað fleiri keppnir það tvennt sko, ef ég sé stemmingun eins og á Ólympíuleikum og heimsmeistaramóti þar sem þú getur labbað alveg upp að búrinu þú getur staðið sko það bara peksigleir á milli þín og keppandans og það borð fyrir innan, það 60 cm djúpt borð og peksigleir og þú horfur beintnir á borðið og þetta ákveðin stemming það stöndu við bara í hóp fyrir framann syngjandi og dansandi og hvetja okkar fólk algjörlega geggjað það var geggjað, ég var til í bara svið eða eitthvað svona eitthvað brjálæði síðan fer maður á búkustór stórt svið eða stór stúka allir dansandi og syngjandi upp í stúku með mikið læti en þú kemst ekki að kokkunum til að sjá hvað að gera og ég var að viðurkenna að ég saknaði þess þegar ég fór á búkustórum ég elskaði stemmingun í stúkunni maður svona alveg hrikalega geggjuð og bara vera með öllum smýstningum hann öskrandi og syngjandi og trallandi allan daginn frábært, algjörlega en ég komst ekki að búrunum það vanta þannig að og síðan voru á Ítali og Rímini og þar voru Ítalandi með sína landskeppni þeir voru með keppnum á sviðið þeir voru með svona, ég veit ekki hvað þeir voru mörg eldhús í keppnum, innanlandskeppnum og þar sáum við svona aðra hlið á þessu ég held bara hver og ein keppni verður svona að fá að hafa sinn sjarma en maður alltaf að hugsa út í sko þetta mainstream fólk sko, ég held að þú veist, fólk horfur á Ólympíuleikana horfur á eitthvað lið, kasta spjóti og synda og eitthvað sem í sjálfu sér hundleðilegt en það horfir sundið geggjað því að þau eru frábæran þul já, þú veist en þess vegna af hverju erum við ekki bara með geðugan þul svo bara verið að sjónvarpa þetta á ríkissjónvarpinu og svo myndaðal út í sal þá eru 20 Íslendingar á pumpinu og brjála stuð sko, við skulum sjá hvað gerist núna til þess að í kokki ásins núna kokkur ásins verður í beinni allur dagurinn á ekki bara okkar miðlum heldur á stærri miðlum líka ekki RÚV en á MBL verður þetta í beinni útsendingu þannig að það var allir aðgang að þessu og strákarnir hjá Sonic þeir ætla hjálpa okkur og taka þetta upp
Frábært. og þannig að það verða, við vorum að skoða þetta í síðustu viku, ég held að séu 5, 6, ég held að séu 7 vélar sem þeir alltaf takast upp á 7 eða 8 vélar og við fáum allt þetta lít og það verður þullur og það verður spjallborð þar sem við förum yfir réttina þegar þeir koma og við ætlum að kynna fyrir fólki hvað þetta snýst geggjað og við erum að reyna að taka þessi skref bara geggjað en það, ég ætla ekki að halda þið fram að það sé endilega alltaf auðveldasta leiðin en við verðum að taka þau áfram og allar hugmyndir svona, ég skil alveg hvað þú ert að fara þegar þú segir þetta. Já, ég hugsa bara Íslendingar þeir finnst gott að fá sér bjór og finnst gott að borða góða mat en þá komum við líka kannski að því að þú ert að tala um bjór og þú ert að tala um pílu að klúbburinn náttúrulega alltaf að vera að endurnýja sig við, eins og við sagði þannig, þetta er 53 ára gamall klúbbur hún að vera starfandi alla tíð og bara alltaf virkur 30-40 mann sem mæta á fundi einu sinni í mánuði og sem er ekkert þetta kvarti við því en við viljum samt stækka meira, við viljum vera ennþá öflugri og núna er framundan pílukastmót KM hjá nýliðunarnefndinni þessar er náinn nýjum félögum og það er núna í marsmánuði, þá er bara pílukastmót og það er bara sunnudags eftirmyndi og þá getur við fengið bjór og kasta pílu og þú getur kannski lýst því bara líka það getur verið skemmtileg maður er kannski að fara að hugsa það ég ætti kannski bara að fara með möppu upp á RÚV og koma með þessu hugmyndu og segja ég ætla að fá að lýsa þessu og þið ætla að kaupa einhvern rétt og sína þetta ef þú getur selt RÚVurinn þá bara er ég meðri liði það er allt í boði í þessu við þurfum bara alltaf að finna þessar leiðir það er engin ein leið 100% rétt. Þetta er sambland af mörgum leiðum og þetta snýst bara að það getur við náð árangri. Getur við náð að taka íslenska matarmenningu, íslenskt hráefni og íslenska kokka á það level að við séum best í heimi. Ég trúi því. Ég trúi því líka að við getum gert alla þessar fagmenn sem er að keppa. Við getum gert á alla stjörnum á Íslandi. Og það er minn draumur að við eigum eftir hvert einasta mót það eigum við bara 10 stjörnur sem allir, eða flestir vita bara hverjir eru og við eigum frábæra veitingastæði og ef við skoðar veitingastæði á Íslandi í dag þá erum við að tala um það að endalaust stór hlut af þessu sem er að gera góða hluti það eru fyrirverandi eða núverandi landsliðsfólk sem kemur að bestu stöðum landsins í flestum tilfellum ég ætla ekki að segja alveg í öllum en í lang flestum tilfellum. Það er alveg góða punktur. Og af hverju er það? Jú, þetta er svo hrikalegur skóli að fara í gegnum þetta landsliðsapparat. Þetta er væntanlega alveg bara brunnur að visku að vera þannig í þessu og geta... Já, þú ert líka lærir maður ekki líka bara þess að þróa þessi item og þróa þessi brögð og það er svo mikið reynsla í því að hanna eitthvað rétt, þú veist, og fullkomna eitthvað og þegar þú ferð síðan með opnar veitingastæðin þá ertu með svo mikið að í rauninni reynslu hvernig þú býr til fullkomin brögð og hannar flotta rétti og auðvitað nýtist þetta alveg pottjætt slatta sko. Þetta hjálpar og við getum bara sínt fram að þetta er einfald tölfræði raunverulega ef þú ferð að skoða staðina sko. Og það er bara jákvæmt ekkert að því En er þetta alltaf íslensk vara sem er verið að nota frá íslenska landslið? Sko öll megin hráefnin eru íslensk öll stóru hráefnin reynum að keyra á íslenskum hráefnum Og er það þannig hjá öllum? Já, menn flest ekki á íslensk en það væri kannski betra að þeir gerðu það sko en já, það eru flest allir að reyna að koma fram hráefni frá sinni þjóð í leiðinni og dómararnir horfa svolítið á það ég hef aldrei skilið neitt í þessu mér veist að hvernig getur maður verið með 20 þjóðir og allir komið með mismunandi hráefni og ég að fara að keppi hver er bestur Það er náttúrulega svo mörg atriði sem kom inn í þetta og ef við förum bara að velta það fyrir okkur það sem mér finnst alltaf yndislegast í að horfa á svona keppni það er að ég sé menn vinna á fullu allan daginn og borðið þeir er alltaf hreint og þú sérð aldrei þú veist og galnið þeirra er hreint og þeir eru brosandi í 12 tíma skilur þetta er náttúrulega bara með eindæmum líka bara uppvaskarinn það var alveg magnað að fylgjast með
búin að mastera uppvaskið það vel að það er aldrei neitt óhreint hjá honum og alltaf fleifferð en samt alltaf rólegur. Já, þetta snýst allt þetta. Já. Og þetta bara, þessi heildarlína í þessu öllu saman snýst það að við séum þarna í góðum málum og hérna það verður gríðleg þróun í þessu hjá okkur og sögulega séð. Það hefur kannski alltaf að koma því því að klúbburinn stofnaði 72 eins og ég sagði áðan. Við kepptum fyrst erlendis 78. Raunverulega með landslið. Ykkur tóku þátt í ykkurum keppnum fyrir ykkur einstaklingskeppnum en raunverulega í Bella Center í Danmörku 1978 fara fyrstu 3 út sem lið og kannski all fagmenn sem allavega mín kynslóð og jafnvel yngri vita alveg hverjir voru. Já. Og síðan heldur þetta svona áfram og við tökum þátt í þessum mótum alveg síðan og til dæmis að þú ferð á kokkalandsliði.is og skoðar sögur landsliðana þá hún bara raunverulega stór merkilegt og ég veist alltaf gríðarlega gaman að skoða myndina frá 1993. Á þeirri myndi eru ekkert nema snillingar. Allir starfandi í geirana með þá, nema einn og hann væri það án efa ef hann væri ekki látinn. Já. Og allt aðilar sem hafa haft áhrif á þessa grein okkar bara gríðarlega mikið. Já. Og við þurfum nefnilega stundum að átta okkur á því hvaðan erum við að koma. Við vitum alveg hvert við erum að fara. Við erum á leiðinni að vera á palli á næstu stórmótum. Það bara við erum ekki bara að sætta okkur við neitt annað. Nei. Og ég veit að það bara markmið liðsins en þessi sem á undan komu þeir byrjuðu ykkur þar og það svo þróun síðan fullt af löndum sem að koma mótin í dag sem á þeim sama punkt og við vorum 1978. Bjartur, þetta svona fólk eins og við erum að byrja á einhvern ákveðnum punkti og við erum bara að byrja núllinu með. Já, en þegar þú ert að tala svona spóla tilbaka, nú langar mér aðeins að spóla tilbaka með þig og hvaðan þú kemur og hvað vakti áhuga þinn á að fara í kokkin og svona. Hvað í óskupunum, þú veist, það hafa allir sína sögu að segja þar, væntanlega. Jú, þetta nú þannig að við höfum öll eitthvað sögu að segja og ég kemði nú alltaf aðeins í Eyrbyggingur. Ég sem fættur og uppalinn á Eyrarbakka. Okay. Á Suðurströndinni og leið bara vel þar, hann var fluttin til Bandaríkjanna 2008 þá fór ég í framhaldsnám en ástæðan fyrir að fór í kokkinu var kannski þessi, ég ætlaði aldrei að vera kokkur það stóð aldrei til, ég ætlaði alltaf að vera flugmaður. Já. Ekki veit ég nákvæmlega það kom nákvæmlega, ég tók bara einn pröfutími flug ykkur tíman eftir ég var að byrja að læra kokkin en ástæðan fyrir ég fór að læra kokkin var þessi að ég var búin að vera í fjölbrautaskólanum á Suðurlandi, sent á Selfossi og kem heim vorið eða mæti bara í frystúhúsið heima sem þá hét Bakkafiskur já miklum öðlingsmönnum Hjörleif og Magnúsi og þar var Fríjólf íslenskur færingur sem ég hef nú alveg upp á hlaðina að sjá sem var vegstjóri og Fríjólf segi við mig þegar ég mæti þetta í byrjun maí Þórir, sem bara verður þú að passa þig á einu það er svo mikið að gera hjá okkur núna þú verður að passa þig hvernig þú stimplaði þig nút já, og hvernig það? Já, ef þú stimplaði út á miðnætti þá máttu ekki stimplaði inn fyrir 8 morgunin eftir. Þannig að þú þarft að vera í burtu í 8 tíma sólarhring. Samkvæmt stimplklukku. Annars erum við í vandræðum. Okay. Þannig að þannig vann ég þennan mánuð. Þetta var nú þeim tíma þá sem var ennþá klukkutími mat í hádeginu. Og mamma eldaði yfirleitt í hádeginu heima því að amma var líka að vinna í frystúhúsinu og við löpuðum heim í mat í mömmu. Og ég að lesa DFF í hádeginu. Það voru smá auðlýsingunum við til kokkanema og ég segi með mig, herrið það með að læra kokkin bara svona upp úr þurru Hvar lærðir þú? Og ég sótt og byrjaði 2 vikum seinna að vinna á veitingastað sem þá hét Písa og vannir í Lækjagötu það var Písa Berlín eða munið eftir því raunverulega sem grillmarkaðurinn í dag Þetta brann nú síðan allt saman og þetta var svona eldhúsið var hlutilnir í kjallara þetta var svona lítill staður og þarna var Skúli Hansen yfirmaðurslumöður og Geiri Sæm heitinn var þarna líka mikli snillingar það kom síðan í ljós þarna 6 mánuðir seinna að staðurum fengi ekki nemaleyfi þannig að þá var það búið og ég hætti nú og ég fór á sjóinn á
Fáskursfirði á átt sem hétt Búðafell og svona lítill rækjufristipungur og þar var ég fram á vorið eitthvað ágætis launum, fínt að vera á sjó og í maí eða júní þarna árið eftir þá fer ég á pottun og pönnuna og fer að læra á pottunum og pönnunni þar einhver tíma þá kom til ég var stofnar annar staður sem Steikhús í pottunum og pannanum og Laugavegi og síðan æxluðust nú hlutir þannig að ég var þar ásamt finnum maturslumönnum og síðan hætta þeir og ég enda nú einhvern veginn á því að vera á vaktinni með engan fagmann yfir mér og áttaði mig mjög fljótlega á því að ég lærði nú ekkert á því. Ég kunni alveg matseðilinn en ég var ekki að læra neitt nýtt og var svona staðnaður og ákvað þá að bara ég að finna ykkur aðra leið af því að það var ekkert neitt fagmaður á leiðinni og hætti þar og hringi í meistara minn Hörður Adolfsson á skútanum í Vestmanni ég þá kynst nokkrum árum áður í sem við farið í Grænlands saman að taka upp heimildamyndum Suður Grænland og ég spyr Hörður hvort hann sé til að vera meistari minn og taka mig að sér og hann segir já en ætlar að vinna hjá mér var spurningin En nú sko fannst mér að fara hans rætt yfir þú þarfst að gera heimildamynd Já, ég var svo heppinn að ég var 17 ára þegar ég fekk að fara með Árna Jónsson og nokkrum góðum snillingum, Ragnar Axelsson, ljósmyndara Raxa og Páli Reynisson, kvikmyndugumanni frá sjónvarpinu og ásamt fleirum. Þá fórum við til Grænlands, flugum til Grænlands en sigldum 1000 kilometra slöngubátum og tókum heimildamyndum Suður Grænland. Já. Þannig að það var svona ævintýri fyrir 17 ára guttana að komast í þetta. Ég dætti óvart inn í þetta en eitt af svona þessum atriðum sem bara breytir mann síðan svolítið fyrir lífstíð og breytir kannski öllum svona samskiptum. Já, ég get alveg ímyndað með það sé svolítið ævintýri að vera 17 ára allt í hennu bara á einhverjum bát á leiðinni að gera heimildamynd Grænland. Já, ég ætla það margar góðar sögur sem tilur þessari ferð en kannski sumar ekki birtingarhæfar svona. Nei. Eins og vera flugubitinn. Maður heyrst það með Grænland maður alltaf bitinn í köku þó að maður sér í kuldagalla sko. Já, ég man nú ekki sérstaklega eftir því en ég man sérstaklega eftir heitulögunum á Grænlandi það voru ekkert sérstaklega heita en þetta voru margar skemmtilega sögur og þarna var ég með mikið af góðu mönnum sem eru kannski svona flestir að dettu eftirlaun eða já, ég hef bara dottunum eftirlaun fyrir ykkurum árum sko. eða fallin frá þannig að þetta er einn af þessum momentum í lífinu sem maður bara læri mikið af. En Hörður tók að sér að vera meistari minn og ég var semtla með annan fótinn í Vestmannaeyjum hjá honum og hinn fótinn á veitingastað sem var þá nýstofnaður hétt Basta niður á Klapparstíg. Og þar var eldhúsið lítið og hann gat nú ekki fengið neymaleyfi á þetta eldhús en þarna var lagað pasta frá grunni, þarna var fersk pasta, þarna var úrbinaður kálfur, þarna voru löguð soð, þarna var allt gert frá grunni og mjög ítalst alveg alla leið og virkilega skemmtilegu tími og síðan útskrifaðist ég frá skútanum í Vestmannum þarna jólin 1994 það verið og síðan í febrúar 1995 þá opnaði ég veitingastað á Eyrarbakka sem hétt Café Lefoli ég var svolítið að flýta mér ég mæli ekkert endilega með þessi dag að rúmlega 20 einstaklingar fara á opna veitingastað en þetta gerði maður og frábær reynsla, vorum hann í 5 ár og síðan var ég bara svona í þessum veitingabransa á svæðinu og með hinum og þessum og prófaði eitt og annað og endaði síðan í þessum mastersnámi út í Bandaríkjunum 2008 og þá endaði ég allt í því að fara að kenna ég var búin að vera þarna þetta er hrunárið, ég byrjaði námur í ágúst október kemur hrun og þá var nú kannski ekki auðvelt að vera í Bandaríkjunum með eftir að krónan var farin úr hún var farin eins og hún var orðin alveg vonlaus. Ég segi ofta þess að sögu að þarna þegar við förum út þá er gengið í kringum 80 krónur dollarinn. Hrun nóttina þá er verið að keyra í gegnum íslensk kreditkort frá mér tryggingarnar á bílnum mínum og það var 352 krónur dollarinn á nóttina. Það beit svolítið. En ég endaði þá í því að vera ráðinn sem deildarstjóri við maturslu og vindeild skólans í Bandaríkjunum í University of South Carolina í nóvember og var svona í fullri vinnu hjá þeim með námi og að því ég voru þarna deildarstjóri þessari deildar og það kom einhver daginn upp að
að kennari sem voru mínusnæru, sem voru kennari ásmatrislunámskeið eða verða kokkur, tók 1 ár. Hann komst ekki og þá endaði ég inn í skólastofunni og fór að kenna og var þar og svo sem með annað fótinn aðeins þar inni eða þá. Hvað veistu gamall þá? Já, þetta 2008 og ég fættu 73, ætli ekki það bara verið 35 ára. Já. En ég ætlaði aldrei að vera kennari en hérna starfaði nær engu við það í ykkur rúman áratug. Já. Þannig að þetta allt DFF að kenna sé kokkur í dag. Þannig að það sá ykkur auglýsingu þar. Já, það mjög svona segja þessi DFF að kenna. Já. Já, eða þakka, ég veit það ekki. Já, ég hef alltaf haldið fram á þú ert að vera gjörsamlega gufuruglaður eða þú ætlar að vera kokkur. Sko, ég nú svo skrítinn og maður á alltaf ekki segja þetta sem þetta tekið upp, en ég hef alltaf raunverulega hrósað því að fólk segir þú ert ruglaður eða þú ert svo vitlaus. Ég segi bara alltaf takk. Það sjálfsög. og hérna fólk verður yfirleitt svolítið skrítið ef maður segir takk. Já, sko, það þýðir bara að það er ekki eins og allir hinnir. Já, og ég held að það sé ekkert gaman að vera eins og allir hinnir. Nei. Svo maður alltaf að læra það meira og meira að það engin eins og allir hinnir. Það ekki til neitt sem heitir allir hinnir. Það eru allir gufuruglaðir á sinn hátt. Við erum kannski öll svona misjöfn og eigum sem betur. Þetta væri hundlegir, þetta var allir var eins. Já. En það samt alveg gríðaleg hjarð hegðun í okkur. Já. Jú. Bara miklu meiri held ég kannski heldur við gerum okkur grein fyrir. Já. Það margt sem að móta mann. Jú. Og það svo sem líka í matrislu, þú sérð alveg hérna eftir sko því hvar fólk var að læra, þá var mjög mikil mótun á staðinu sem við læriðu á, sko. Það eru fyrstu áriðin í greininu og þetta mótastu af því hvað er verið að gera þar. Já. Og líka mótastu mjög að því, þú veist, á hvaða tímabili þú varst að læra. Varstu á tímabilinu þar sem menn voru að nota niðursögur eða var ferska grænmeti komið? Hvar varstu stattur í ferlinu og það kannski ekki svo mörg ár endilega síðan að við vorum að fá bara fersk grænmeti. Já. Það var ekkert fersk grænmeti allt ári fyrir 20 ára síðan eða 30 ára síðan. Nei. Það gleymi því alveg. Þetta ótrúlega stutt síðan, sko. Ég gleymi því náttúrulega ekki. Nei, þú er bara ekkert upplifað þetta. Það var ekki til. En eru sem betur fyrir að þess að mismundi aldrei við þetta borð, sko. Já. Það er jákvæð. En það allir þessi hlutir, sko, og ég held að við höfum ofta verið þakklátt fyrir það hvar við erum stödd. En síðan finnst mér að mörguleiti sorglegt að við förum út að borða í dag. Og það hvergi, það er alltaf fiskur á matselinum. En það kannski bara þorsknakkar og lax. Já, fiskur dagsins. Eða fiskur dagsins og fiskur dagsins þá kannski alltaf langa. Og hérna, hvað með allar hina tegundirnar? Af hverju erum við ekki að nota fjölbreyttari tegundir? Af hverju erum við ekki meira úrval? Við erum sjávarútvegs þjóð. Ertu með eitthvað dæmi? Ég svona... Karfi og rauðspretta og lúða og... Sko, steinbítur, hýri. Mér finnst við alveg nota þessa, ég verð alveg var við steinbít og... Það í algjörum undantekninga tilfell. Já. Einu sinni alltaf með að mikið að búra. Hefur þú séð skötusölumatsil nýlega? Nei. Það eiginlega bara horfið. Eins og skötusölu er nú frábær fiskur. En mér skils nú að það sé nú ekki mikið veitt á hann sem vöru á markaði. Kóla, vitsan eða sólkóla eða rauðsprettu. Sér rauðspretta einstakar sinnum. Já, rauðspretta og keila og steinbítur og sér sumt að þessu einstakar sinnum en yfir höfuð þá er þetta bara orðið þorsknakki og bleikufiskur. Lax eða bleikja. Og það er bara sorglegt að við skulum ekki vera miklu meira úrval af alvöru fisk. Svo held ég líka bara að fólk borði ekki nóg mikið af fisk og sé ekki nóg spennt fyrir fiskréttum á matselum, sko. Það svolítið svona nautasteiksmenning í gangi núna, finnst mér. Menn sjá nautalund og vera gríðulega spennt. Og það kannski svolítið líka svolítið skrítið að þegar við komum að því. Við erum að tala íslenskt hráefni. Þú veist, ef þú skoða matsela, þá kannski með 4-5 línur einhverja nýsjónlenska nautalund. Já. En það ein lína þorsknakan. Já. Eða ein lína íslenska lambakjötið. En það nú einhver... Akkur gerum við svona lítið úr okkar íslenska hráefni? Það nú einhver uppgangur í íslensku nautakjötinu.
það einhver það er sem betur fyrir einhver en kannski miklu betur má að duga skali en við þurfum að hugsa þetta allt svona í heildsinni hvaðan eru við að koma og hvert eru að fara sko í svona heildar sín ekki það ég sé að móti innfluttu kjöti, alls ekki en við höfum líka geta sýnt fram á að við séum með gott hráefni hér það er magnað að maður fer að pæla í sko hvað er einfalt að komast í íslenska saltfisk út á Spáni eða Portugal ég hef aldrei séð saltfisk í búð á Íslandi ég hef séð saltaðan fisk nætusaltaðan eða eitthvað slíkt en svona saltfisk sem á eftir að þá líka bara alltaf þessi góða spurning svo kanntu að útvatna saltfisk? Nei, ég kann það ekki þú veist, ég myndi finna út úr því það eru sko sérstakir menn í þessum löndum á Spáni og Portugal sem er að gera þetta bara að útvatna þeir eru sérfræðingar í útvatnun á fiski það eru ákveðni menn hérlendi sem hafa bara mjög mikinn áhuga á saltfiski og sem eru að skoða þetta alla daga og ég get alveg bent ykkur á þau svona við tækifæri bara þetta er eitt af þess að má alveg ræða í svona þætti svo þessum að það er saltfiskur það er lambakjöt, það er nautalund það er bara geitafili eða hvað við viljum tala ég bara sko MK gerði það mjög vel allan að fannst mér að þetta og opna eins augum hans fyrir því að það skipti máli að velja íslenskt að hafa fjölbreytt íslenskt hráefni ég held að skipta okkur ótrúlega miklu máli svona í heildina ef við séum með fjölbreytt íslenskt hráefni bara sjálfbærni og svona, þú veist, það er gaman að geta verið stoltur að meira heldur en bara lambakjötun okkar, sko og ég held að við getum alveg verið það við, þú veist, það er náttúrulega bara við þurfum ekkert annað en að koma í til dæmis upp í Friðheima þegar við sjáum þá tómatframleiðsluna sem er þar eða gúrkuræktina í Gufudal eða wasabi og þú veist, við getum haldið endalaust áfram það er verið að gera fullt af frábærum hlutum og þetta er kannski sem þeir segja líka stundum kringu landsliðið er svo skemmtilegt að við erum að nota wasabi í eitthvað bara af því að þetta er bara skemmtilegt hráefni og þetta er íslenskt og flott og það er svona þar maður að hugsa líka veist, við getum ekki treyst á að það sé allt innflutt en á sama tíma þarf þetta alltaf að vera samkeppnisætt og við lagi þannig að þetta er flókin stígur að stíga stundum í svona þessu alþjóðlega umhverfið sem við búum sko. Og þetta er líka erfiðast þegar maður er svona pínu lítil þjóðmaður þegar þetta er bara 300.000 manns þetta er bara eitt markaður það er erfitt að við erum örþjóð og verðum það alltaf en við erum best í heimi jú akkurat já sko miðað við höfutölu erum við það ábyggilega og ég held að sko við verðum líka átt okkur á því sko hvað við höfum það í rauninni gott já það er kannski eitt af það sem við gleymum stundum alltaf það er bara alveg þannig sko ég náttúrulega er svona en þá TikTok aldrei, ég veit ekki með ykkur já ég get sagt þér það að Sahara sem er nú auðlýsingarstofan sem við vinnum með eða svo sem hjálpar okkur mjög mikið í kokkalandsliðinu og klúbmatistamestara og eiga þeir ævarandi þakkir fyrir að mér var sagt daginn þar innan þér að nú er ég að fara á TikTok að sjálfsög og ég hef búin að opna TikTok aðgang og ég var nú að sína einum 78 ára félagsmenni TikTok á þann fyrir í dag og svona sínum allar þetta matar hann var að tala um að unga fólki þannig alltaf væru svo flott í maturslu það liti að sopna bara með maturslubækjurnar á augunum á nefinu þegar það fær að sofa og ég sagði hann að þetta liti bara að vera TikTok og sýndi honum endalaust af vídeóum þarna en ég ekki sagt þér það að kokka klúbur maturslumeistara er á leiðinu á TikTok geggja og með kokkalandslið og allt það sem við erum að gera ég er spennt að sjá hvernig það enda allir að skrá sig á TikTok ég held að það séu allir á TikTok í dag það er nú kannski meira Insta myndi ég segja, ekki allir á TikTok þetta er sko þetta er að stæsta þú getur lært allt á TikTok er þá sko matmennir þeir konar á TikTok við förum þangað hann Viktor ætlar að sjá það fyrir okkur við erum alveg ófæri en flest við getum sittið hér á tuða en síðan sko að því við erum nú svona kannski halda okkur
aðeins við efnið sko. Já, gott að viðmælendur sé að hafa svona stjórn á því. Já, takk fyrir það. Það er alltaf gott að grípa þið fram í sko, svo að þið drægi mikið út í ykkur vinklæði sko. Það sem er svona kannski framöndan, svo ég grípi það bara aðeins. En náttúrulega bara í lok þessa mánaðar þá er kokkur ásins. Já. Og ég held ég geti fullir það að það sé metþátttaka meðan við stöðuna styttist í það að svona frestur rennu út en það er nú ekki alveg komið að því. Það er einhverju tæpri viku fyrir mót. Úrslitin í kokk ásins 2009, úrslitin í grænmetiskökkur ásins 2008 og forkeppnin 2007. Og allt fyrir þetta náttúrulega fram í IKEA og bein útsending frá kokk ásins og hugsanlega grænmetiskökk ásins. Það er svona, við erum kannski að koma með svona svolítið ástar sem áttur að koma í ljós og því miður ekki sagt frá hér en þá þetta það í beina líka og þannig erum við bara að taka þessi skref að reyna að vera með þul og reyna að gera þetta ennþá meira spennandi og skemmtilegt. Er eitthvað komið í ljós hver það verður? Þulurinn? Já. Nei, það er kannski ekki alveg ákveðið en það er svona verið að finna út úr því. Gummi Ben? Nei, Gummi Ben var í kokk ásins fyrir nokkrum árum og stóð sér rosalega vel en þetta kannski, það passaði kannski ekki alveg saman. Þú þarft líka að hafa einhverja þekkingu á því sem er í gangi þarna. Og við Siggi Hlu? Já, ég veit ekki hvort að Siggi kemi í mat, sko. Jú, ég veit að það var eitthvað að flækjast hjá Fastus á sínum tíma, eitthvað fíblastæðar. Já, kannski frekar hjá Bakó. Já, hvort það var hjá Bakó. Hann var hjá Bakó. Svo við höfum þetta nú rétt, sko. Siggi var fíblastæðar en það er náttúrulega bara átti vel við á þeim tíma. Já. Og gerði vel en þessi fyrirtæki er náttúrulega bæði frábær og gaman að vinna með þeim. Við erum náttúrulega í þessari línu líka hjá okkar styrktaraðilum að við erum að vinna með óendanlega mikið af fyrirtækjum. Já, og kannski aðeins að reyna líka að halda öllum glöðum og svona dansa á línunni einhvern veginn. Það liggur af ljóst fyrir og ég hef sagt að við þau held ég flest sko að þegar maður er komið með í þeirri stöðu að í styrktaraðila hópnum eru allir þessir kannski ef við horfum á tækin Bakó verslunartækni og Fastus eru með okkur í liði auðvitað er ég að spila á línunni stundum. Já. Ef við erum að tala um þurrvöruna og kjöt og annað, eða þurrvöruna kannski aðalega þá erum að tala um Ódjónsson og Koppur, Ísam, Innes, Eguruna, Garra og Danól, allir með okkur í liði. Auðvitað er ég að spila á línunni. Þetta er flókið maður. Og ég reynir bara að vera heiðarlegur með það. Auðvitað og ég ekkert að mistiga mig hvert einhverjum. En þá bara tökum við það samtal og höldum áfram. En síðan eru svolítið kannski að vinna í því núna að reyna að fá með okkur meira sko ferðaþjónustuna. Íslandshótel er nýkomið inn með okkur sem bakhjarl. Og Bergjæja hótel hafa verið með okkur lengi. Þannig að okkur vantar svona aðeins meira líka þar. Við erum að vinna í fullt af fyrirtækjum í ferðaþjónustuna að fá þau meira með okkur í lið. En grænmetisfyrirtækin, Mata er með okkur sem bakhjarl, Bananar er búin að vera með okkur eiginlega bara frá upphafi. Sölufélag garðyrkjumanna með okkur. Þannig að það eru í þessum geira eru flestir með. Kjarnafæði er náttúrulega bara búið að vera með okkur lengi. Esja með okkur. Ég meina það er bara geggjað. Og það er bara, þetta snýst um það til að byggja upp alvörulandslið, þá þurfum allir að vera með okkur. Síðan eru við bara með minni fyrirtæki líka sem eru bara með okkur að sjá ákveðna hluti. Myndist á Sahara áðan, Fagform sem er skiltagerð og alls konar fyrirtæki merking er búin að vera með okkur í gegnum árin líka og við getum haldið bara endalist áfram fyrirtæki sem hafa dottið inn og út. Höldur hefur verið að hjálpa okkur, Smyrilæn hefur hjálpað okkur á köflum. Þannig að það er alls konar hlutir, það eru svo margvísleg atriði sem koma að því sem við erum að gera. Ég myndist á Sónik áðan. Þetta er bara alls konar fyrirtæki sem eru tilbúin að vera með okkur í liði af því að við viljum stækka liðið. Og hvað eru það að senda svona mikið af fólki í hverja keppni? Og hvernig þá ertu að taka flug fyrir 20 manns? Já, þegar við fórum á Ólympíuleikana síðast, þá var þetta akkurat 20 manns sem fór út. Væntanlega fjöldin sem fer á heimsmeistaramótið eftir rúmt ár núna er væntanlega
35 2 lið, allt það sem í kringu það reikna með þarna verið 35 manns á okkar vegum. Þar ætlum við líka að fara út í það að vera að bjóða upp á pakkar sem við ætlum að búa til að fólk komi sér bara á staðinn og síðan miði og hótelgisting og dinner með landsliðsþjálfarinn eða við komum og kynnum hvað að fara að gerast á morgun og gera svona alvöru svona hópefli kringum þetta. Okay. Og það svona eitt af þessum mörgu hliðum sem við erum að vinna í dag að koma áfram. Það næsta á dagskrá, það bara heimsmeistaramóti. Nei, fyrir landslið en sko ef við horfum á klubbinn, klubbhandriðsmesta, þá næsta náttúrulega Kokkur ásins. Svo í massa næsta ári, þá það Nordic Chef og þar keppum við í Nordic Chef, Nordic Junior Chef, Nordic Green Chef. Það ekki á þessu ári, fellur út með 1 ár vegna bara þess að aðstæður buðu ekki upp á að halda á þessu ári, en það yfirleitt á hverju ári og verður það síðan áfram. Og þar sendum við meira sér klúbb matreiðslumenn sendir þar keppanda í Nordic Waiter þjónakeppni. Gekkja. Þannig að við erum alveg þar, þetta þar, síðan Global Chef í Wales líka á næsta ári og þar fer hann Hinrik Örn Lárusson í Lúksveitingum, hann fer þar að keppa fyrir okkar hönd af því hann vann Europe keppnina núna og Andrés með honum væntanlega með honum sem aðstoðarmaður. Þannig að það þá og svo haustið þá heimsmeistaramótið. Þannig að það 3 keppnir á næsta ári sem við verðum að þvælast á. Og þetta bara eðlilegt ár? Þetta bara stöðu keysla? 2-3 keppnir á ári, það svona eðlilegt ár. Það lítið á þessu ári af því að Nordic þetta út, þannig að það var bara 1 og við erum búnir pluss náttúrulega Kokkur ásins. En við séum alls konar aðrir hlutir í gangi. Klúbbmeðlumir eru bara akkurat núna þegar við erum að taka upp þetta, þeir að setja upp eldhús niður í Laugardalshöll í samvinnu við Iðuna og Matvís. Það sýning helgina næstu daga sem heitir Mín framtíð sem kynning á iðngreinum og Íslandsmót iðngreina sem kynning á iðngreinum fyrir og framhaldsskólum fyrir 9. og 10. bekk. Það frábært. Þannig að það nýbúið að vera ungsveina og nemakeppni þar sem var nú hlutum sann heiður að afhenda velun. Þar voru 16 keppendur. Frábært að fylgjast með þessu í matreiðslunni, 16 keppendur þar. Þannig að það alltaf eitthvað í gangi. Þetta ekki eins og að það sé ykkur lognbolla. Eru þið í einhverju samstarfi við bara veitingastæði eða hótel hér og þar bæinn í þessari nema framleiðslu? Nei, við höfum sem ekki verið það sem slíkt sko. Við vitum það bara að við horfum alveg á það í geiranum að það þarf að fjölga nemum. Það þarf að fjölga útskrifuðum matreiðslumenn. Já, og erum við ekki líka að missa útskrifa matreiðslumenn eftir COVID aðeins? Ég held að við kannski hætta að kenna COVID eitthvað en jú, það gerðist auðvitað COVID breytti hellinga hlutum. Já, ég held að margir sem að höfðu ekkert að gera í COVID komu svo aldrei tilbaka, Já, og margir kannski sem líka faglæri menn eða konur sem voru búin að vera lengi voru að vinna við eitthvað annað, voru að taka aukavaktir helgar og áttuðu síðan á því þegar þeir bara hafa frí helgar þeir þurfti ekki þessu aukavinna að halda. Lækkuðu bara aðeins kostnaðin hjá sér og hafa þessum ekki komið tilbaka heldur. En þetta náttúrulega bara eitt af því sem við verðum alltaf að fást við, hvernig getum við fjölgað nemum og við í klúbbnum erum með ákveðnar hugmyndir í þeim efnum sem ég það bara að koma til ykkur aftur seinna og ræða það þegar það verður komið aðeins lengra og ég reikna með bara nú strax í haust þá verður farið að stað með grunnskólakeppni í matreiðslu. Við erum til að kynna fæð okkar. Geggjað. Er það bara krakkar úr grunnskóla sem að fá bara tækifæri? 9. og 10. bekkur. Sem við verðum að vinna með þar. Og kynningarefni verður sent núna í byrjun maí á skólan. Geðveikt. Þannig að við erum að gera alls konar hluti og reyna að auka bara sýnileika dagsins okkar. Af því að þetta fyrir svo marga, ég náttúrulega talsmaður þess og þetta svona ákveðin hópur af fólki sem að ef það hefði uppgötað á þessum tíma 9. og 10. bekk að ég þarf ekki að fara í MS eins og allir vinirnir og fara að læra eitthvað sem ég langar ekkert að læra, veit ekkert hvað ég langar að gera. Ef ég hef fattað þá það hefði verið geggjað að vita, ég þarf ekki að sita alltaf bara íslensku ég get líka að fara í eitthvað verklegt, eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem ég hef áhuga á.
og síðan er þetta kannski bara líka það að þú mátt alveg breyta Já. og ég held að það sé kannski eitt af því sem við verðum átt okkur á þó þú sittur lögfræðingur út í bæ finnst það hundleiðilegt finnst það æðislegt að elda akkur skiptir bara ekki starfsvettvang akkur ferður bara ekki að læra kokkin Já, ég meina, hvað eru margir viðskiptafræðingar þannig úti sem eru síðan bara að gera eitthvað allt annað það, þú veist? Ég bara veit ekki en ég man að ykkur og rannsókn var þegar ég var að kenna við háskóla í Atlanta í Bandaríkunum þá voru að skoða ykkur rannsóknir og þá kom nú fram að 80% af þeim sem útskrifuðust ég man ekki hvort að 5 eða 10 ára seinna unnu við eitthvað allt annað þannig að þetta er og þar vorum við að fá fólki í matreiðsluna eða í fæið okkar bara 40, 50, 60 aldri bara skiptum starfsvettvang og bara jafnvel retired úr einhverju og ákvaða að fara að gera eitthvað allt annað þetta alltaf langaði að vera hótelstjóri eða kokkur eða þjónn eða dreif sér bara í það eða langar að skapa, eða langar að gera eitthvað frjótt og fá að vera skapandi, þá er þetta geggja nám ekki spurning en maður þekkir líka alveg þú veist, með hvernig þjóðfélagi og það var sprenging í hótelum á Íslandi það var bara menn, sérstaklega kokkar útskrifaði kannski bara þú veist, korterleiku og það var niður hótelstjórar maður veit af því líka það, þú veist, menn allt í einu fóru bara frá því að vera kokkabransan og allt í einu komni á að reka hótel það var einfallega vegna þess að það var ykkur þekking á bransanum hjá þessum einstaklingum og þeir gáttu að hoppa beint yfir var boðið eitthvað því að menn fundu það þarna vantaði ykkur til að stýra þessu hóteli og þarna var ykkur sem hafði aðeins meiri þekkingun aðrir og þá kannski hvar þekkingun undir eldhús og það fór illa en það er samt í sjálfu sér alveg jákvætt líka að hafa valmöguleika sko, fyrir fólk að sé meira heldur en að standa í eldhúsinu en það þyrfti bara, við viljum bara fá fleiri í greinar, fleiri kokka útskrifa fleiri kokka, þannig að sé það er alveg kostur við það að vera með faglæraðan kokk sem hótelstjóra algjörlega og ekkert að því en við þurfum það bara að framlega fleiri kokka akkurat, ég er að segja þar held ég að vandamáli líkur sko. ekki í þessu starfi því miður skildist mér í BMK-nuna þessi 14 maturslumenn í útskiptaróknum þetta árið það mætti alveg vera tvöfald já og tala nú ekki þjóna það er engin í öðrum bekk sem er skilst ef þú hefur áhuga, ferð að læra kokkin eða þjónin bara endilega, það er bara frábæri eða þjónin líka því að við kokkar verðum aldrei almennlegir nema að hafa gott fagfólk í salnum líka stundu geta þjónunni verið alveg óþólandi gagnvart kokkum og öfugt ég held að það sé oftar öfugt eitt af því fyrsta sem ég var nú kent þegar ég byrjaði að læra var þessi frasi Þórir þú veist það svo að það er aðeins ein stétt lægri en þjónastjættin og ég blöytur á baku eyrun og segi nú hvaða stjætt er það eiginlega já sko, það er gangstjættin það tók mig nú ekkert mjög langan tíma átt að með því að hefur þetta værið til nösunum á mönnum en algjörlega galið því að hvar væri við án góðra fagmanna í salnum sko. og það gengur alltaf bara betur ef þú ert með faglæran einstakling í salnum eða með allan að reynslu mikinn og flottan þjón það bara breytir öllu þetta er heild, þetta er lið og það er það sem við erum eins og já líka bara ef maður setur sig sko út úr þessum kokkahugsunahætti og fyrir að hugsa eins og bara viðskiptavinur á veitingastað að fá þessa þjónustu og þennan elegans og þennan svona þetta faglærða effekt sem að kemur með manni sem að veit nákvæmlega hvað hann er að gera og búin að læra allt vín og hitt og þetta og þú finnur bara já ok, hérna er einhver sem er að sjá mig alveg frá A til Ö það er geggjum tilfinning líka það er bara nauðsynlegt og það er ekki bara maturinn, það er allur heildar pakkin sem það verið lægi akkurat og ég held að það séum kannski bara í öllu sem við gerum veist, og þess vegna er þetta svo mikilvægt að ná því þannig að já, þetta er frábært við þurfum að fá hann Þóri til okkar aftur já, hann hefur greinilega nóg að tala og maður velti nú fyrir sig með allar þessar keppnir og riggu upp hana í höllinni og svona, þú veist þurfa þessi einstaklingar að vera búin að fara í gegnum skólan og búið með nemanám með eitthvað svoleiðis eða getur hver sem er skráð sig sem keppandi í kokk ársins eða er þetta verður hann að vera
búin að fara í gegnum prógram í MK og nei þetta er nú svona aðeins misján auðvitað er maturíslumaður eða kokkur ársins er fyrir fagmenn, það fagmannskeppni nemakeppni þar eru fyrir þá sem að læra það var nú bara nú fyrir stuttu eða ég tók þennan þátt upp í síðustu helgi þá var matamarkaður Íslands í Hörpu ég kíkti einmitt á það þar var nú keppni lambakorteri það var fyrir ófálegt fólk Kristján Sæmundsson maturíslumestari sem var lengi á RÚV kom til minn í morgun með myndalbum með bunga myndalbum af sögu klúbbsins og þar var Knorr súpukeppni ein myndin það hafa verið haldið keppnir í alls konar gegnum árin bæði fyrir faglærða og ófaglærða og það er kannski bara líka svo skemmtilegt að það þarf að vera bæði og sér verður líka átt okkur á því að sumstaðar út í heimi þá eru menn konur í það að ég veit til dæmis eins og Luxemburg bara svona sem dæmi þar er klúbbur maturíslumeistara þar hann er búin að opna sig fyrir öllu starfsfólki í matvælagreinum og það kemur bara til að því að þarna eru bara mittsýnlega veitingastæðir þar sem er engin faglærður einstaklingur hvað segir þú? Þannig að það eru bara sumir sem hafa óendanlegan áhuga mat og drekka hann í sig ennþá meirinn aðrir en fara aldrei í þetta formlega nám og hvað eigum að gera við þá? Eigum við útiloka þá? Ég er ekki vissum að það sé alltaf rétt við erum bara í þessu félagsstarf er stór hluti af þessu og klúbbur maturíslumeistara sem segja nafni sér fráhrindandi fyrir aðra Þarftu að vera meistari? Nei. Það er nú over síðan 1997 minni mig, þá er nú over að með sveinsbréf nafnið er samt svona en þá og síðan er deildamenningur um það hvort það ég breyta því ekki við gerum náttúrulega breytingar síðastlið voru á klúbbnum þannig að það er orðið KM Norðurland, KM Suðurland, KM Reykjavík KM Lávarðar, þannig að það eru 4 deildir innan klúbbsins Segjum að ég myndi vilja sækjum að taka þátt í klúbbnum og þú bara með sveinsbréf Ég er bara með sveinsbréf Vertu velkominn takk Hvað var í vændum hjá mér? Hvað var í mitt hlutverk? Það er bara hvað viltu að sé í vændum hjá þér? Þetta snýst ekki alltaf stjórna sem mestu fá sem mestu athygli og einhvern veginn að Þú getur byrjað að mæta á fundi það eru í Reykjavík, þá eru fundir á Reykjavík-deildinni á fyrsta þriðjudag í hverju mánuði frá september fram í maí og það eru bara skemmtilegi fundir oft með mikilli fræðslu síðasta mánuði þessu mánuði þá voru við til dæmis á Landsspítalanum og það var mjög gaman að koma bara inn í eldhús á Landsspítalanum og fá kynningu á hvernig þetta virkar allt saman þar þetta er ekki ég hef séð það í mitt þetta er ekki svona eins og velnögt eldhús þar á undan voru við í Boði Ódjónsson og Kobber Ísam hjá þeim þar sem þeir fluttu ítalska kokka til að elda fyrir okkur frábæra máltíð þar á undan voru við í Reykjavík þá voru við á Listasafni Íslands og fröken Reykjavík og það var list og list þá matalist og list og var farið yfir það fengum svona kynningar bæði Listasafninu og hinum einn og Suðurlandsdeildin þeir voru hjá Gúrkubúndanum í Gufudal á síðasta fundi Ég veit að þeir eru að fara í ferð núna með aprílfundir sinni, þeir eru að fara í ferð til Vestmannaeyja. Og hvað er verið að ræða svona fundi? Allt og ekkert. Það er ofta eitthvað svona verið að tala bara það sem er í gangi í klúbbnum og það sem er í gangi í félagsstarfinu. Þetta er verið að láta félagsmenn vita, landsliðir að gera þetta og þetta er í gangi og þessi fjórarbrunn og þetta. En síðan er þetta líka bara maður manns gaman. Hittumst, spjöllum, vitum hvað er í gangi, fáum sögur og geranum sem er nú stór hluti af þessu. En þetta er sem orðið þannig í dag að fyrsta þriðjudagi mánuði er það KM Reykjavík, annan þriðjudagi mánuði er það KM Norðurland og þriðjudagi mánuði er það KM Suðurland. Þannig að þú getur verið á fundi vikulega 3 fiskuvikurnar í hverju mánuði. Þetta eru sem þessi félagsfundir. Síðan alltaf er kokkalandslið í gangi, síðan er viðburðarnefnd og það er nýliðanefnd og það er hátíðarkvöldurinn sem eru mikið apparat að koma í ganga gegn hverju ári. Það er kokkur ársins eða nefndum keppnis- og dómgæslu. Þetta er alveg rísa stórt fyrirbæri. Þetta er alveg monster. Þetta er raunverulega mjög stórt fyrirbæri og miklu meira starf heldur en kannski flesti gera sig grein fyrir. Og það vantar bara alltaf fólk. Það er erfiðar og erfiðar að
tryggja við sem nóg af félagsmönnum. Hvað eru margir félagsmenn ef ég get spurt að því? Sko, ég veit nú ekki töluna nákvæmlega en einhvers staðar væntanlega í kringum einhvers staðar milli 300 og 400 myndi ég halda að væri svona talan sem við myndum segja í dag en hvað margir virkir það kannski oft gott að átta sig á því hvað margir virkir félagsmenn og það eru kannski svona 80-100 sem eru virkir að einhverju leyti. Og þetta eitthvað, hvernig sækir maður svona? Það er bara kokkalandsliði.is og þar er umsóknarblað. Þá ertu bara komin að póstlista og þú ert bara boðaður strax á næsta fund. Já. Og við tökum bara vel á móti öllum nýjum félögum og bara langar raunverulega bara að sjá ykkur sem flesta. Já. Það er bara svoleiðis sem þetta þarf að vera og þarna er bara alls konar fjölbreyttur hópur af frábæru fagfólki. Það var alltaf haldið að maður þarf að vera meistari til að ganga í þetta félag því það er bara þið eru guðvelkomnir strákar að mæta bara og hlakka bara til að sjá okkur næsta þriðjudag. Já, ég var kona mér fóð frí hjá landsliðinu. Ég get alveg sagt þér það að næsta þriðjudag er konaðin ekki að hjá landsliðinu. Ég þekki æfingar þannig frí hjá þér kallið minn. Ég var alveg í huga. Ég nefnilega var svo heppinn að fylgja til Þýskalands og þetta virkaði bara sem góður hópur og brjála stuð sko. Þetta er bara, við erum allir að vinna því að gera ægið okkar betra og þá verður þetta skemmtilegt. Hvar er heimsmeistaramóti? Það er Luxemburg. Ég var einmitt að heimsækja Luxemburg núna daginn. Já, ég ætla að mæta. Ég ætla að mæta þangað. Það er bara geggjað, ég hlakka til að hafa þið þar og vonandi ykkur báða bara. Veist, þetta getur nú verið gaman að taka upp 100. þáttinn þar. Já, hvernig verið það? Það var geggjað. Eða 50. Ég veit ekki hvað gerir þetta rætt. Við erum með góðan spons til að hjálpa okkur í þessu. Já, einhvern sem er til í að borga mikið og fá lítið í staðinn. Er þetta ekki bara heimsifraðu dauði með þetta podcast? Jú, einhvers stað verðum að byrja. Já. Það liggur alveg ljóst fyrir og ég held að sé alveg þörf fyrir svona podcast á markanum að ræða okkar gera og bara laka til að fylgjast með ykkur. Svo langar okkur langar að læra líka meira. Þetta er bara geggjað að fá að tala við fullt af fólki sem það er nóg af fólki að núti. Það eru bændur og garðyrkjubændur og sjávarútveginum Garðyrkjubændur er líka bændur sko. Já. Heyrðu það? Akkurat. Sagði ekki garðyrkjubændur? Garðyrkjubændur og bændur sko. Já, þú veist hvað ég á við. Sem er sinna rollum og það er sinna ykkur öðru. Það er náttúrulega gríðarlega fjölbreytt starfsemi sem kemur öllu þessum við erum að gera. Já. Og flækjust því stundum aðeins svo mikið og líka það sem að mér síðan líka bara innflytjendur. Fullt af metnaðarfullum innflytjendum það núti líka sko. Með sem betur fyrir höfuð þau að því að þetta myndi ekki ganga upp allir þessu hótel og allt þetta batteri sem við erum með á þessu landi. Nei. Það er alveg rétt. En ég hef nú hef maður hitt fólk í þessum bransa sem að kannski búin að tilengja sér það að rista kaffi og það veit allt kaffi. Þetta fyrir mér er önnur skona geðveiki. Þess vegna segi ég þú þarft að vera guðuruglaður til þess að fara í hennar bransa og allt sem hún fylgir til að geta obsessa svona yfir kaffibönum. Það finnst mér jafn ótrúlegt og bara Það er eins og Þóri segir bara takk fyrir þeirra hönd. Bara geggjað. Sem betur fyrir eru það núti. Ég held að þú ferð aðeins í þetta sko. Þá erum við bara þar að ég hef lengi sagt sko ef einhver myndi lappin í eldhús hjá mér og vita orðið allt mat að þá eru dyrnar ég fór til Perú fyrir nokkrum árum og komst að því að í Perú eru töluvert margar tegundar kartöflum. Hvað haldið þessi margar tegundar kartöflum í Perú? Þeir gefa það út að það er 75.000. Nei. Já. Afbrigðið eða típur. Og það er náttúrulega bara eitthvað, þú veist, og þú veist ekkert allt matagerð fyrir en þá veist þá allt þessar 5.000 gerðir af kartöflum. Ægir kennar í MK og hann einu svona myndi mig á að ég vissi ekki neitt sko með því að koma með skýrslu fyrir alla og allir fengu skýrslu og lesið nú þessa skýrslu þá var þetta á einhverju vísindafræði mat sko, maður skildi eiginlega ekki orð, maður gæti að lesa hann allavega með að vissi ekkert hvað var að tala, hvað rétt eða hvað prótein eða neitt, þetta var bara
HC17 þannig að þú getur farið það djúpt að þú ert farin að sýrumæla sósuna og fer að senda hann út og þú ert farin að frumefnis mæla kjötið og bara Ég ætla að vona að við endum ekki þar en það eru sumir komnir þangað og kannski bara besta bragðið þegar það í sýrustíginu 5,3785 Já. Þá þið hefur nokkuð vita á þessu Nei En ég að segja að það eru sumir sem eru farnir það langt í geðvikinni að þeir eru farnir að mæla allt sem að hægt að mæla og allt þarf að vera alveg fullkomið. Já. Ég ætla að vona að ég endi ekki þar. Nei, ég vona líka maður. Er ég með smá svona handi ykkur? Haldið þið aðeins áfram að tala? Nú er það bara farin. Hann er farin. Það er bara alltaf leið. Hvað er við þá að tala um? Það er farin. Nú skulum við fara að loksins getum við fara að tala saman. Nú fyrst byrja spjallið. Það er eitthvað skemmtilegt sko. Nei, en þú þú ert að fara, ferð þú alltaf með þegar að það er farið út í þessi keppnir? Ég hef gert það og það kemur kannski líka til að því að þetta snýst ekki bara það er kannski ljótt að segja það sumum finnst það skrítið en þetta snýst ekki bara það sem gerist inn í búrinu. Nei. Málið er það að þetta snýst líka pólitík og þú hefur áhrif ef þú ert heimtur pólitíkinni. Ekki kannski beint á dómgæsluna en stundum óbeint. Já. Og það er ágætt að vera svona passlega likeable. Ég er ekkert sérstaklega skemmtilegur einstaklingur en ég er svona alveg passlega likeable. Það er kannski ekkert mjög mörgur sem er rosalega illa við mig. Það er kannski svolítið harðu við þarna. Já, má vel vera. Mér finnst þú fín. En ég orðaði þetta svolítið svona. Það er þetta að tálka aðeins að þér. Já, ég er að reyna. Já, ég er ekki að tala það. En þú þarft að vera svona passlega likeable og hafa skilning og geta rætt hlutina við allt og alla og þá svona nærðu ákveðnum árangri og við erum alveg búin að átta okkur á því að taka þátt í heimsamtökunum skipti máli. Taka þátt í Norðurlandssamstarfinu skipti máli. Og að vera á mótunum þar sem þessir aðilar sem eru dómarar þekkja þig allir með nafni og þú ert að heilsa þeim sem vinur eða félagi. Það er ekki bara einhvern einfalt handtak, það er knúsið. Já. Það skiptir máli. Þegar þeir fá matinn frá Íslandi þá þetta er nú frá Þóri, við skulum ekkert vera að finna út á þetta. Þetta á ekki að vera svona, þetta er kannski ekki svona, en stundum hefur maður á tilfinningunni þetta skipti smá máli. Það hafa allir ykkur smá áhrif á heildarpakkan. Núna fer ég alltaf að hugsa út í svona peningahliðan og svona, ertu ekki örugglega að skrifa þetta allt niður, allar þessar sögur? Því að ég sé bara fyrir mig svona Succession þátt, það sem að forsetinn mætir og tekur í spaðan og 500 kall í lóan og... ég hef ekki reynt það en það er 500 kall í lóan, það er en bara svona sem lítið dæmi á heimsmeistaramótinu fyrir það er að þá verða rúm 2 ár síðan, að þá var það þannig að þegar þeir koma inn í koma inn í búrið eða inn í salin, þá eru myndir af réttunum sem við höfum sendt til þeirra fyrir framann. Búið að prenta það út og líma á hliðina á búrinu. Og þau koma beint til og segir, Þóri, við erum búin að gera athugasemd við það, en forrétturinn er sem aðalréttur, nei, forrétturinn er sem desert og desertin er sem forréttur. Það stiltu þetta sem vittlist upp og það gerist ekki neitt og ég sagði bara ok og ég fyrir bara reyða bara að beinta yfirdómara finni yfirdómara og kynni mig og þarna var ég svo sem nýr, þetta var fyrsta mótið mitt sem ég er að fara á þarna þetta er 22 vantanlega eða já og ég fyrir yfir þetta með honum og hann segir já, laga þetta það var ekki liðin korter það var búið að svissa myndunum og innan við klukkutíma þá var hann búin að hafa fyrir því að finna mig í salnum og láta mig vita að það væri búið að laga þetta. Bara þetta þegar liðið okkar var búið að kvarta og það hlustaði enginn. Það er þessi atriði sem skipta líka máli svona í heildarpakkanum og þess vegna er mikilvægt að við séum virk í þessu alþjóðastarfi. Ég sé til dæmis núna í orð- og laganemnd heimsamtakana þar sem við endurskoða lög heimsamtakana og það er bara partur af þessu, þú ert að taka þátt og það er að koma ný lög heimsamtakana fyrir næstu
næsta heimsting sem 2026 í Wales þannig að þetta bara pólitík og þessum ég að fara á öll þessi mót og ég fekk alveg bara hausverku tilhugsun að fara að díla við alla þessa kalla maður stóru hattana og yfirvara skeggin ég lærði þessu sem á rýminni núna ég þarf líklega að fara að læra þýsku þannig að það kannski næsta mál bara finna Duolingo og vera alltaf í þýskunámi á kvöldin já það svona en Davíð ákvað það að við myndum hér skála fyrir fyrsta þætti já, mér finnst það bara frábært hugmynd hvað ætla að láta okkur skála í? Þetta átti að líti út fyrir að vera eitthvað en að því að við erum allir á bíl og svona og leiðinni heim og þá ákvað ég að hafa þetta svona sætir sko. Það er bara mjög vel til fundið sko. Það var einmitt kannski talandi ófengt og slíkt á hátíðarkvöldverði klúbbsins núna í janúar þar var náttúrulega vínpörun sem vínþjóna samtök Íslands sá og þau sáu líka ófengapörun og ófengapörun var algjörlega geggjuð þar sem ég var í henni og hún var algjörlega frábær það er orðið hrikalega mikið af góðum ófengum vínum að núti og bjór líka, þú veist, þetta er orðið alveg svakalega mikið það er bara mjög jákvæmt þið mig það í friði, ég fer í hitt þú þetta er að þroskast aðeins já, ætli það ekki ef maður gerir það er alltaf búið að segja manni það einhvern veginn og það gerist ekki neitt þú er bara þroskast helli sko, oppa akkur er það oppa ég veit ekki, það er einhvern veginn opna ég ætla að vera að kalla okkur á konu okkur oppu já við erum aldrei hefnir að fá að skála því svona í dag já, þetta er stór dag við erum búin að vera að vinna að þessu í svolítinn tíma, búin að funda og pæla og gera og finna borð og stóla og þetta er helvits hausverkur sko. Já, þetta er flókin verkefni að finna borð en þetta lítur bara mjög verið úrstakkur ég ætla bara að segja innilega til hamingju með þetta skref já, takk fyrir að fá að fylgjast með ykkur takk fyrir að koma til okkar takk fyrir að koma og bara geggja að fá þig og takk fyrir að hlusta og horfa okkur hérna góðu spjalli ég segi bara skál skál